já, Minute Grease virðist vera dedicated vappin. En við erum komin on. Við erum komin í leikinn. Og þetta Max Rounds 3 10k. Setsmokar A, Jolli í göngum. Allavega, við erum mættir. Þeir ætla bara að execute aðeins síns mér. Já. Smá delay, þeir ætla að býja þeirra að smókarnir springa. Þeir ætla að hika svolítið hérna. Haukur ætlar að spýra þetta alltaf nýjetur þessa greinum. Þeir eru þrír hérna til að taka á móti, setja hérna yfir. Og handspringunar rigna upp í strigan. Þeir ætla að baka. Þeir eru komin shit í spór í bak! Þeir eru komin í baka. Nú þeir eru lokað, hérna í bíósinu, þetta er á bakvið tíu fandinn hérna. Mun hann ná honum? Nei, whiffar, Jolli! Fandinn með fáránlega fallið play, enn einu. 4-2, Lucas by the way, nær hérna fjórðakilinu, nú það Azeroth, 1-4, þetta er ómöguleg stað. Alliance er að komast yfir eftir allar þennan leik. Alliance er að komast yfir, við slum ekki gleyma, þeir eru shitty svo sem, þetta sterkari liðin en einhvað síður, ég meina eftir allt þetta comeback og... Já, það er bara ótrúlegt. Azeroth er að múa hérna upp A-rampinn með bombuna, flassaður. Og vill ná plan. Tæft skot, næstum að ná, Minute Grease. Minute Grease með vappan. Clutch kill. Og þeir lifa fjórir, það er mikilvægt í MR3, ég meina, sérstaklega þú kaupið vappa, þú hérna... Vilt ekki missa. Nei, þú vilt ekki missa hann og þú ert snöggur að vera upplýskap með peningi. Eftir 2 bæránd, ef þú tapar þeim báðum, þá eftir hérna verið með eitthvað ömulegt bæ í þriða, sko. Sérstaklega sem sitja. Sérstaklega sem sitja, já. Getur smíðað 3 AK-ránd, sko, með sem terr, sko. Algjörlega. En þetta er mikilvægt. Og Staðan 1-0 fyrir hérna Alliance. Excelmenn konið 3 í miðuna, Minute Grease með vappan upp í miðri, tekin inn í mind. Ég sá ekki svona hvað hann var. Stórspurning Dutti. Sesnir raskat og spreyja, nærnum ekki niður. Lexi er þarna í snæpitum. Dutti var með fáránlega flott spil í gær. Eisaði, ég held, RFS, ef ég man rétt. Ég man ekki hverju ég var að spila á móti. Já. 33 í hálfgerð og sett rosalega flott spil. 1-5 með það? Ekki 1-5. Ja, svona með í gegnum rándið. Já, en með 33 á allan tíman, sko. Sæll. Bara sett, sko. Jæja. Excelmenn róa þetta niður. Lexi búinn að ná 2. Næ 2 út, eldsnögt. Ég mændi að svara, Þóri nær svo öðrum frækja Dúta. Inn í Mind og Jolli, 2 á 3. Bomban í höndum inn í Mind. Þeir ætla í turbo. Þeir ætla í turbo. Hérna er búinn að vera allan leikin. Já, þeir vita alveg hver er þarna, Já. En hann er búinn að vera mjög sterkur þarna. Ég set spurningaverki við af hverju þeir kjósa svona mikið að fara í B-húsi. Hann jumpspottar 1. Jumpspottar 1 og... Blassa fyrir þetta, verður staurblindur akkur núna. Hann bakkar hann á bombsite. Hann ætlar ekki að gefa sig. Hann er mikið þarna, þeir eru langt í burtu. Nær einu bombaleggur. Nær honum að, nei, ok, Jolli nær honum. 6 HP á Jolla. Nei, nær hann bombin niður. 10 sekundur, hann ætti að ná plantinu hérna. Þú getur ekki plantað hann, Jolli minn. Ó! Hann nær flækinu, það er ekki nóg tími. Hann nær ekki það. Tíminn líður. Nú verður hann að lifa. Jolli hefði átt að taka bombuna hann eftir headshotið. Hann reyndi að planta sko vinstra með við kassan, það er ekki hægt. En síðan tekur hann headshotið hann og hann hefur 5 sekundur, bomban er 3 til 4 að fara niður. Svo hann hafði whippað hann út náður hrætt. Þá hefði hann kannski náði, en hann var hrættur hvað sennst það var. 2 lið í topp 4 að spila óvita. Jói, Jojo. rólegur kallinn minn. OT Mirage, ég meina, kannski ekki heilandur alltaf, við erum bara að horfa á spendileik, það er ekki fleiri spendileikir í gangi, en við völdum ekki rangaleik. Þetta er búið að vera hörku spendi hérna hjá okkur. Ég bara held að RFS eigi ekki séns og þess vegna ákvað ég frekar að horfa á þennan leik. Shots fired, hérna megin líka. Gaman að þessu, hérna. En, ok, síðasta rándi í fyrir helming ótem. Lukas búinn að múa hérna Palas, Jolli nær honum. Já, spotta. Inn í Mind búinn að opna rándi líka með því að drepa Fanden. Þetta er mikilvægt fyrir Exile-menn að reyna að ná einu terr-rándi. Það verður þetta frekar jaft svona með við skiptingu að ná 2-1. Það er ekki það slæmt í OT. Nei, bomban er á leiðinu A. Lexi er með autosniper á ticket sem er anskoti góð staða. Þeir eru 2 hérna í rampinum, þú veist, hann ættir hérna að vera að geta tekið á báða nokkuð öfullega en ef hann er ekki tekið meðan hann er að horfa að tengi, sko. Og múður, hann unzoomar hann, tekur 3 no-scope skot. Nær honum með grensunni.
Ég veit ekki hvað ég á að segja, þetta var questionable play BDSM og Jolli 2-2. Lítur að hafa sagt að það er nógsköpunum þess að ná hann með grunni, eða var hann særður? Ég tók ekki eftir, ég alveg hreinlega, Jolli er bara að ná einum, þá er þetta Myndigrís Nei, 1 og 2. 1 og 2. En þeir eru nokkuð særðir. Þeir eru mjög særðir. En ég veit ekki hvort að Kalli veit að þess vegna... Þeir eru 8 sekúndur eftir, þeir verða að ná plantinu niðurstökum mín, hann mollar fyrir kassan. Þeir eru ekkert að fara að ná bombinu niður. Þú verður bara að lifa. Ætlaði að rössi hann. Oh my god. Klúður hjá Excelmönnum verði ég að segja. Jolli hefur ekki, þetta er í annarskipti í þessari framlengingu sem að Jolli fer ekki með bombuna niður. Þetta er annar rándi í röð, sem bomba fer ekki niður og menn eru bara ekki með communicationu á hreinu. Nei. Það er ekki flóknar en það, en ok. Nú eru Excelmenn konir yfir á CT-partinn. Núna þurfa menn bara að peppa sig í gang, ég veit ekki hvort þið heyrið í Excelmennum hann hinum meginn, en þeir eru að peppa sig í gang. In your mind, með Vappa hérna í jungle, er hann að fara á pickinu? Nei, það er enginn upp í top mid. Á meðan eru Alliance menn 4 í Palace. Þeir verðast bara alltaf að executa nokkuð hratt, Þóri hendur einu flassi, svo það bara að keyra. Það er einn maður hérna á bílinn til þess að taka á móti. Þóri sé ekki neitt, þetta er teamkillar af Fanden. Þeir eru fastir. Astaroth nær öðrum, þetta er 5 og 3, Dúttibrunn á öðru líka. 2 og 4, Myndigrís nær einu, hann er 1 og 4. Þetta plan gekk ekki upp, vægast sagt. Ég veit að þeir eru að fara í kringum hann, rýður upp glokkin og 1 skot eftir í AK. Fá að sjá einhverja töfum. Þeir eru bara að halda nokkuð passít, Myndigrís nær öðrum. 1 og 2 er línu! Þeir voru í línu, þetta var ógeðslega tæft. Flósuna hættilega. Kann ekki það spreyja það niður hérna með smá hefni. Já, smá hefni. Þeir voru í línu, þetta var ótrúlegt, jæja. Þetta hefði verið fáránlegt klöts. En það fer sem svo að Excel vinnur rándið, staðan 3-1. Mikilvægt ránd í vændum, ekki það þessu ekki öll mikilvæg, við erum margir skilir. En Excel þurfa bara eitt ránd. Nú vil ég fylgjast með hérna inn í mind, hann er braggaður af Myndigrís. Hann opnar rándið, stórt bragg fyrir Alliance, 5 og 4, nú verður bara að hæja þess á, fara saman á bombsite og ná því. Já, það verður aðeins að koma sér saman þegar þú dreifir rosalega mikið. Það er eitthvað múa bíhús, hann veit ekki á hann, hann er hinum megin við vegginn, vappinn. Hann sestir upp raskandi og spreyjar hann rétt nær honum. Já, Haukur leit svolítið tæpur þarna út en hann náði að bjarga þessu. Hann nær fragginu. En þeir vita núna að B-húsi er bara með einn mann og þeir gefa B. Þeir gefa B, Astaroth er bara farin. Og meðan er Dúttibrunn á einum á shortinu. Einn herri er búinn að múa hérna upp í tengið. Nei, hann er fyrir neðan tengið. 3 á 4 eftir að Myndigrís opnaði rándið. Og hvar er Lukas? Hvar er Lukas? Hann er bara heima í þessu blessaða palashúsi. Og hann er hennar í gegn hann og spreyja hann í gegnum svalirnar. Við dáum þó í húsi. Bomban er að múfa í gegnum terspón. Dúti tekur B, heyr ég. Menn að múa upp rampinn, 25 sekundur eftir, bomban er í höndum Fanden sem er að koma upp rampinn. By the way, ætlar að koma Palace, hann er fraggar að Kingi. Þórir tekin í gegn. Tekin á Astaroth, Fanden, 1 og 4, ég segi þetta aftur, hann tekur 2. 8 sekundur á bombinu niður, hann er að planta í smók, hann nær bombinu niður. Þvílíkur maður. Er hann fara að ná þessu? Göruglaðspor, nei, Dúti nær fragginu. En rosa gott fyrir að ná þessari bombu niður. Gott fyrir peningin, nú náðu þeir ágætis kaupið hérna í 3. rándi. Þeir geta komið vappanna upp og átóðan eða vilja. Ég skil ekki, það er enginn sem kaupir 10 átóðan. Mér finnst þetta fýtt átóðsnaupin, ég hef séð hann aldrei. Ég hef séð hann einu sinni koma upp á þessu land. Það er svolítið spurning positioning, sko, þú veist, út af því að þú ert að kíkja fyrir hotni fyrst, þá er svolítið óþælt að vera með átóðan, sko. Út af því að bara positionally þá ertu bara í meira advantage sem CT með átóðan, en þú veist, þetta er sama bissan, skilur við. Automatic skátur. Þetta er automatic skátur, það er bara nokkuð ljóst. Síðast ránd, fyrsta overtime, Excelmenn með fullt bæ, þú veist, við sjáum hérna 5 smóka, öll flössin, 5 grenur, þeir eru með alla pakkan, enga molla. Það er split B. Já, þetta er planið sem við sáum á það, mástu, þeir chilla hérna, henda einu flassi. Ég set spurningamerki við það að bomban ætli miðjulega. Já, mögulega, þeir ætla að keyra þetta hratt, alveg eins og á það, þetta er planið bara eins og við tókum á. Og gá hvað það turbo núna stótt. Það er einn maður hérna hinn með hotni, Dúti tók upp grensu eða eitthvað með hann. Það er ykkur á bíl að taka á móti, hann fellur líka, Fanden tekur hann. Er þetta klárast hérna? Er Alliance að klára þetta? Eftir
Einn kitchen, myndi ekki stikur hann 5 á 2. Og þetta lítur hræðilega út fyrir Exile, menn mappið er að fara í höfn fyrir Kingi reynir að fara út úr smoke, þetta er borin von. Þetta er ekki sjens. Hann reynir að keyra inn á bomb, hann er flassaður sjálfa sig. Jæja, Jolli nær einum. Þetta verður að skýra rosalega hratt, Lukas nær öðrum. Jolli nær einum í viðbóti, þetta er 3 eftir. Þetta er búið, myndi ég segja. Jolli hefur engan tíma, þeir eru bara að fela sig. Og Lion taka fyrsta mapp. Þvílík spilamenn sko, þvílíkt clutch til að komast í overtime og síðan klára það. Ég á ekkert lord. Já. Ég á í raun og veru ekkert lord. Við runnum þarna 1 eco. Við sáum Þóri Turbo taka 2 frökk í bíóhúsinu. Lukas náði náttúrulega tveimur, náði AK-num. Já, nákvæmlega með þarna CS1-unni, þú veist, clutch plays. Sterkt að koma tilbaka eftir að hafa lent 15-11 undir, það sýnir karakter. Já, þetta verður alltaf minnistæður leikur, alltaf minnistætt mapp allan í mínum haus. Alveg klálega. Sérstaklega bara líka þegar Teddy droppar hann niður í samloku enn einu sinni verði að minnast á það. Já. 7 í HP, ég held að hann hafi headað hann í loftinu. Ég held að hann hafi ekki verið lendur. Þetta var eitthvað mjög tæft sko, ég skal ekki segja. Við ætlum að taka smá pásu, myndi ég halda, leikmennir ætla að taka smá pásu líka. Við ætlum að reyna okkur besta að leysa úr þessum helstu vandamáli sem er í gangi. Við ætlum að pása til bili, við komum aftur eftir augnablik.
Soaking through. Counter-terrorists win. Colors that held us up against the wall. Soaking through. Colors that held us up against the wall. Hold your colors against the Counter-terrorists win. when they take everything away.
Ladies and gentlemen, we understand that you have come tonight to bear witness to the sound of drum and bass. We regret to announce that this is not the case, as instead, we come tonight to bring you the sonic recreation of the end of the world. Ladies and gentlemen, prepare to hold your color. Okay, fuck it. I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Velkomin aftur. Þá fer map nr. 2 að byrja í Exile vs. Alliance. Og sem sagt, á mínu skilningi þá var Mirage mappið sem að var skilið eftir. Dust 2 er mapp sem að Exile völdu. Já, þannig að þeir fá það núna verðs að þeir töpuðu síðastlega. Og Alliance völdu Koppul sem ég veist mjög áhugavert. Já, mapp sem er strætta mikið. Jæja, við ætlum að henda okkur í hnífarandi. Ekkert sérstaklega mikilvægt nývarand svo sem í mörgum skilningi. Akkur fæ ég ekki, já. Jæja. Engin kill ennþá. Það er búið að stappa 4 af terhelmingunum. Jæja, Exile tekur 3 hérna í röð. 4 fellur. By the way, 1 og 4. Þetta er aldrei að fara ski. Það er bara svo einfalt. Dreftið þið bara. Já. Takk. Dreftið þið bara, félagi. Hvað segir þið? Nice. Ja, þá erum við mættir. Fyrsta rándið í mappi nr. 2 af Exile móti Alliance. Það er við búin að horfa á Exile verið spil þetta rétt. Ef við gera það sem við erum búin að vera að gera, þá munum við sjá Asaroth og Luta hlaupa í neðra lobby á meðan hinir pussa shortið og taka mikið mid-control. Hvað gera þeir í shortið? Koma þeir út í miðju þegar þeir fara shortið? Þeir fara neðra lobby og hinn koma út shortið í miðjuna. En nei, það er annað. Þetta er fyrsta ráð sem ég hef ekki séð að taka þaður. Nei, þeir eru það langinu 3, byrja á því. Sjá engan, þannig að 2 bakka áður skil 1 eftir. Ég skal bara út af Facebook. Takk fyrir að setja Gunnar á Facebook. Svona, flottir. Velkomin aftur. Engin frögg, enn sem komið er. Lukkulega fyrir mig. En þú þarf að pússa katólkið. Þeir ætla að pússa shortið.
Hætta við, fara út miðuna. Við erum tveir inn á B til að taka á móti. By the way, er fyrstur inn, Jolli nær einum og inn í mændnar öðrum. Lukas treytar einum með Jolli snöggur og ná öðru fraggi, þannig að þetta er strax verið hvað? 4 og 2, fallit skot til Lukas. Nær öðrum og by the way með 2. Gerir þetta close, Þórir Turbo, 1 og 2. Þórir kíkir út túr, nei, nær ekki fragginu. Rífur upp flassi á röngu tíðanbröði. Akkurat á röngum stað. Hann hefur tíma, hann hefur 30 sekundur. Þórir er með betri klötsurum sem finnast, ef þú spyrir hann. Það ætlar að kíkja gluggan. Hvað gerir hann? Þeir eru tveir að horfa að vita á hann Dutti og Kingi. Og Kingi er fragginu 1-0 fyrir Exile. Exile skeyndu erfafers í Dust 2 hérna á fyrsta degi og eru búin að sína það að þeir eru með yfirbröðleik í Dust 2. Ég sá þann leik, já, þeir skyndu RFS í mandi. Já, svo... RFS er ekki slagt lið, það má alveg hérna... Jojo mann eftir því. Jojo mann, það er... RFS unnumvíst hérna... Við erum aðeins 1-0. Móti droppa eða ekki? Því líkur. Fyrsta mappi sem droppar eða eitthvað á bara mótinu myndi ég halda og eitthvað sem enginn myndi hafa búist þig. Eins og staðan er núna, staðan 1 fyrir Exile, við mættir í annar án. Alliance með Force. Og Lukas er með... Er þeir með? Já, þetta er Heddarmór-læti, P250 og Heddarmór. Já. Ég veit ekki eftir hann með uppuðan Lukas, en það var eitthvað hérna nýtt metagame í gangi þar. Á meðan eru tveir terrar stattur á shortinu, tveir í næra lobby. Bomban er í höndum Þórir Turbo hérna. Og þeir virðast alltaf einbetta sér af miðunni. Þeir eru tveir á B, einn á C til að taka á móti. Það er sem nú. Asson tekur á móti, nær 2. Rífur upp P2000, nær engum. Þórir Turbo nær bara einu fraggi og staðan 2-0. Exile Þeir að rífa sig í gang. Ég meina að bara að öllu leyti. Hérna bæði in-game og, þú veist, hérna í salnum hjá okkur. Það hlýtur að vera súrt að vera yfir allt seinasta mann og vera eiginlega með. Svona með það í púlum að það sé búin að sigra mannið og þetta er svona. Þetta var hálfgerð þró í sjálfu sér. Staðan Choke. Já. Meðan við erum komin inn í 3. ránd. Terrarnir eru að keyra shorti, það er heldur bara að ná bombinu niður. Þeir eru allir út í low. Það er búið að molla það út. Frökkin rigna bókstaflega inn og Þórir einn eftir. Hann fellur líka. Þetta er flawless round. Já, og peppið er real. Veist hvað við kölluðum flawless round alltaf í 7? Hvað kölluðum þið? Floppy frændi. Skriðum alltaf floppy frændi í all chat. Já. Til þess að fokki hinliðum, skilur. Það, hérna, fyrirgefið að einhver, hérna, vildi ekki heyra F-orðið en. Það, hérna... Floppy fólk? Nei. Vel sett, það bjargaði mig vel hann. Mættir í fyrsta gunround. Exile þetta byrja því að bústa hérna Kingi BDSM yfir í sníkistað sem að hendar einstaklega vel ef að terrarnir ætlar að reyna að komast út miðjuna og sér hann hérna yfir smókin. Alliance, eins og hann var gert oft áður, spilda nokkuð hægt. Já, svo hægt og engin mistök, reyna að gera engin mistök. Þeir eru búin að ná hérna mid-control. Mikilvægt rand fyrir þá núna að ná að koma sér inn í leikinn. Já. Og var ekki í 4. rándi þar sem þið þurfa kannski að spara eða vera í hálfu forsi, fá peningi inn í bankan. Já. Og það er smókað CT-spónið og það er poppað, en það er ekki fyllt eftir. Nei, þeir eru tveir hérna á shortinu, sko, konið framalega. Þannig að spurning hvað er í gangi, einn að halda long, þetta er mjög standard play. Þar sem að við erum með lurker og long og þeir ætla að ná shortinu, erfitt að halda þessu sem setja, þeir eru búin að keyra. Og Asson tekur á móti, hann er eins og að brenna einn, handa við gröðuna. 4-4, Dutti búinn að ná öðrum, 3-4 núna. Bomban ekki ennþá komin niður, hún liggur á A-inu. Sé ekki betur en hún liggja hann í hallanum á nærningu, hún hefur dottið niður bomban. Lexi þarf að hoppa yfir, reynir að ná einhverju fraggi hérna nær einum, en Þetta er frekar fokt. Já, bomban datt það niður, þannig að rándið var bara búið þegar það komið. Jæja, ok, hún fer niður þegar það var ná bombinni. Myndigrís 1-3, nær fyrsta fragginu. Þetta er alveg dúbúl þessari stöðu. Sér hérna tveir, saman á spóninu, koma báðið þaðan. Það að hoppa upp og taka kottskoti, nei, Myndigrís, nær einum mjög low. Nær fragginu, mjög low eftir. Nær klassi, nei! Og Jolli nær að redeema sig smá hérna. Hann nær að redeema sig, hann átti 8 HP eftir fyrsta fætin. Já. Hann nær svo seinni görnum, en Jolli liði með 8 og nær fragginu. Anskoti mikilvægt þegar á Jolla, staðan 4-0 og Alliance ætla að forsa. Já, þú veist, þeir eiga fyrir AK.
Þetta eru AK og höfnarmór en ekkert stöf. Við erum vappan. Við hefum ekki eitt smoke, við hefum eitt smoke og eitt flash í öllu liðinu. Hann er no armor með vappan. Glass cannon. Enn og aftur, það geta nokkur rólega hérna til að byrja með. Ætla að ná shortinu. Kinky er tilbúinn. Kinky er tilbúinn í shortinu. Og meðan eru Alliance búin að keyra út miðuna. Kinkin er inn í gegnum smoke. Þeir ætla að reyna að keyra inn á bíðið. Það er inn í mæn til að taka móti, hann nær einum, nær öðrum, fallega gert, Lukas. Þeir falla eins og flugur og rándið er búið, 5-0. Þeim líður rosalega vel í þessu mappi, XR-mönnum. Já, ég hef heyrt að þetta sé besta mappið, það er ekki ástæðulaus, það er kannski valið það. Nei. En við hvernig þið tóku Aerofis í gær, jú, ég var í gær. Já. Og fyrir þetta, það var fyrsti leikur, það var bara föstaskvöldi. Já, það var fyrsti leikur. Þá ég meina þú veist, það var bara nokkuð ljóst, þetta er sterkasta mappið þeirra. Og það ætti að vera vítóð út. Já, og menn væri búin að fylgjast með þeim. Já. Það er vítóð á út. Það er nokkuð ljóst. Meðan er Igor í gangi sem er ansi snöggt að ganga fyrir. Þetta voru svona undir 5 sekúndur frá því að fyrsta fraggi kom, það var síðasta fraggi. Já, við fengum bara að spjalla með þeim eins og taka eftir því að skeiði, sko. Það er ekki mikill að lýsa, nefnilega. Ég meina... Heyrðu, double AP setup hjá Terrum. Double AP. Eins og ég er að segja, Fanden komið á appan ég. Þú vildi sjá hann á hann? Já, þessi maður er ótrúlega. Ég vil fá sjá Fanden í landsliðinu. Já, hann er með Lalla í liði, sko. Lalli Laðabak lítur að vita að maðurinn getur eitthvað. Já, ég held að menn myndi kannski setja spurningamerki fyrir það að hann fær í landslið þar sem hann er ekkert public spilari, sko. Hann er ekkert mikið að auglýsa sig á Facebook eða svoleiðis. Nei. En hann er skrýmsli. Hann er skrýmsli, við sjáum að vappin heiti það. Og meðan þá er Kinky búinn að opna rándi fyrir Exile en kemur trade, by the way, nær Azur. Þeir eru að múa upp miðjuna. Þeir eru komin upp miðjuna Cityarnir inn í mændnar öðrum. Þóri fellur, þannig að núna er þetta 4-3 fyrir Exile. Inn í mændnar öðrum, nær Fanden. Þinn maður nær ekki fragginu með vappanum. Nei, mér finnst það rosalega leitt. Shoulder peek hjá by the way, en Dutti sér við honum. Þá er það Minute Grease, 1-4 með vappa. Hann er alltaf komin inn að fremsta vangið. Það er að fyrsta fragginu, nei. Þetta er að fara að vera dýr kaup. Í bomba liggur hérna efst upp í miðju hjá 3 City og þau verður að múa í baki á honum, sko. Þannig... farin út. Dutti farin út. Hann er bara að fara að halda þessum vappa, hann á ekki sensi að vinna þetta ránd, það er nokkuð ljóst. Það var spurning hvort hann er að halda honum eða ekki. Sjáum þá hvað Exile-menn vilja gera. Þeir eru ekki einu svona contenda. Þeir eru ekki einu svona að reyna að ná í hennan vappa. Þeir eru bara að... Þeir eru sátt með sitt. Þeir myndu samt, þú veist, ef ég væri þeir þá myndi ég senda einn aftur honum. Er það ekki? Ég meina, eins og ef við horfum á peningin okkur núna, þeir eru með nógan pening. Já. Alliance á engan pening. Nei. Og þessi vappi í næsta rándi getur unni næsta ránd. Já, 2-3 bygg og hún nærði vopni. Þú veist, þetta er snögt að skeið. Sérstaklega mappið svo Dust 2 sem er mjög opið og hentar vappið mjög. Þeir ætla að keyrja núna. Myndi ekki nær einum, þetta var nú bara eitt sem var að keyrja hann á Jolli. En ég tel þetta alveg legit hjá Jolli að taka sér ákveðin að reyna að ná þessum vapp út. Alveg hygg. Hann var 12.000 skall. Hann er 12.000 skall. Já, Þetta er algjörlega þess virði og þetta er place sem átt að taka. Og eins og vorum að segja, ég meina, núna náðu þeir reyndar... Þeir forsa með þessu. Já, þeir náðu ekkert kaupi. Peningurinn var kannski svolítið blekkinn, þeir eru búin að tapa 7 rándum í röð, þannig að þeir eru konum með max money bonus, sko, og fá þá eitthvað 3.500 kall eða kostið var 3.800 fyrir að tapa rándunum. Hvað draslega var lækja í? Hvað er það? Lækja í hverju? Hvað? Þeir sjá þetta sem við skrifum. Er það að segja okkur að lækja okkur? Ég bara honestly veit það ekki. Við erum ekkert að fara að lækja okkur, sko. Nei, þeir segja bara komi, ég hef ekki hugmyndi hvað er í gangi. Eitthvað var þetta TeamSpeak eða eitthvað, þú veist hvernig, ég bara hef ekki hugmynd. Skiptir ekki máli, bæði liðin eru ready. Alliance þurfa núna að fara að innrita sig inn í þennan leik. Já. Þetta verður að fara að ske, annars er þetta bara... Já, ég meina Exile eru náttúrulega bara búin að vera að sína mönnum hvernig á að spila Dust 2 hérna, hægri vinstri, en þetta lítur ekki vel út fyrir stratta lið eins og Alliance að vera komin í 7-0. Nei, væga sagt, þeir þurfa að koma sér á blað, fá rán. Þetta er mapp sem að... Og þeir droppuðu dimma, þeir eru komnir strax á shortið. Þeir eru konum mjög framlega shortið. En þeir beila á seinasta hotni við að fara til það líta. Teddy er náttúrulega bara með skambissu, hann er bara að spotta, Þeir eru eins og 4 að því shortið. Þeir eru 4 smókaðir út núna og
komast ekki í Löndiströnd. En þeir hafa náð að ná mikið að stöffi út snemma frá Exile. Ég meina að sjá að Exile er bara, smókanir eru búnir í Exile. Smókanir eru búnir, þeir eru 1 molly til að tefja og það er mínúta og 5 sekundur eftir á rándinu, þannig að Þetta er, þú veist, þetta er svona tímabil þar sem þú bara hægir á, safnið ykkur saman og executið svo bara á bombsite. Ég meina þeir eiga rosalega lítið til að tefja því að 3 flöss til að tefja þig, en Alliance menn eru búin að bakka longið. Þeir eru að fara að executa núna 4 út long. Dúddi er hérna til að taka mótið þeim. hann var að gera stórfurðulega. Þeir eru að fara að kíkja í hann, hann nær hann öðrum, já! Nær hann flössuðum. BDSM er einum að það hinni fyrir hotnið. Hvernig geta þær ekki klírað þetta hotn? Þetta er skrítið, honestly. Enn og aftur það Mindigrís sem er 1 eftir á mótið 3, enn og aftur með vappan. 26 sekundur eftir, hann hefur ekki margt að velja akkurat núna. Ég meina, annarkot keirir hann í þetta bara á fullum krafti akkurat núna eða sparar, það er ekkert annað í búði. Hann er alltaf búin að peka baka á, ef hann nær einu fraggi, sko núna, þá getur hann kannski gert það. Hann er of hægur aðeins. Já, inn í mænd, fraggar hann niður. 8-0. Þetta er bara, kitið mín, þetta er bara slát. Þetta er slátum. Þú vilt ekki spila það Exile, döstu, það er greinilegt. Það er bara nokkuð ljóst. Já. Ef það er einhver áhrif á þetta, þú veist, sem er ennþá í mótinu, þá er það, þú veist, það er verið að fara að víta á þessu mappi. Það er bara Take notes. 110%. Take notes. Enn og aftur, Alliance Forza, þetta minnum mér svolítið á bara Cloud9, það er bara Forza hérna við tennast að tekja verið, en ég meina í stöðinu 8-0 þá ertu kannski ekki með margt í stöðinu sem að þú hefur nóg mikið, þú ert með svo mikið, þú veist, þú ert terri, þú getur kæft AK og armor í hverju rondi þegar þú ert búin að tapa 8-0 sko. Fá 3 smóka, ég meina þú veist það er eitthvað, 1 flass og eitthvað svona utility. Þú verður bara að reyna að koma rondi inn. Ég meina það er bara þannig, þú hefur ekki, í stöðinu 8-0 þú ætlar ekki að spara, þú ætlar ekki að gefa frítt rondi viðbútt. Enn og aftur, Dúddi, búinn að opna rondið, by the way, fellur. 5-4, þeir eru komnir hérna út miðuna hins vegar, Þórir Torfudreig. Þú sér það að Exile eru aldrei bón í miðinni, þeir eru aldrei að... Nei, þeir gefa hana bara. Já. Þeir spila bara með gaur í hurðinni. Og sétisbón. Já, spila með gaur, þeir eru 3 frá B núna, þannig að eins og staðinu núna eru þeir með mjög gott settur til að taka móti sem B-splitti sem er bara að henda sig í gang. Og eru ekki með grun það. Bomba liggur eins og að short sem að fæ mig til að halda að þetta sé bara fake. Þeir eru að keyra núna tilbaka í miðinni, Dúddi er komin í bak long, hann er búinn að taka 1 hérna í baki frá flótunum, Þórir með fallegt skot nær honum. Það er bara 1 maður eftir á B, nei á A segi. Þannig að Þórir nú að fara að kemja bombuna. Lexi kom með bombsætið. Þetta er 3-2, hann er á CT spawni, þessi CT sem er fyrir neðan. Þeir eru bara að fara að retaka þetta hérna, 3-2. Asrod kemur... Sér Lexa í smástund nær killinu. Hvað var Lexi að... Hann var ekki að fylgjast með. Nei, hann var ekki að fylgjast með hana. Þá er það Þórir Turbodreig með 28 HP. 1-3. 1-3. Hann þarf að ná fraggi snöggt. Sá hann þarna að fela sér bót? Nei, nú er þessi maður döður. Ef hann nær þessu, þá er ég bara að gefa honum fokkin bílinn minn. Hann er búinn að drepa annan. Hann er, ok, hann er... Þannig varstu nærrið búinn að missa bílið þinn. Ég hafði ekki betra að segja, sko, en ég meina þú veist. Og ég hef aldrei gefið honum bílinn minn, en... Það var næstum búinn að þessu. Ég er búinn að þekka Þórir náttúrulega 8 ára, hann hefði aldrei svo þegið það hvort þið, sko. En tæpt var það, guðana bænum Þórir. Jæja. Ekki náður að koma sér á blað. Nei, ekki náður að koma sér á blað. Hann reyndi sér besta en þeir náðu ekki að koma sér á blað. Náðu bombunni niður þannig að núna náðu loksins góðu kaupi. Náðu vappa inn í þetta, fullt utility, smókar og flöss og alles. Hóvær skor hjá Alliance mönnum, já, fröggin er ekki rign er ekki fröggum, þeim megin. Ég veit að þetta er map sem að við erum með svolítið leið á þessu mappi sko, náttúrulega búin að spila í... Þetta er búið að vera til frá því sko, bara leikurinn kom út sko 98 eða hvernig sem var. Já, mjög byrjandavænt allir, þú veist, ef þú fer í matchmaking, þá ertu... Það spilaði allir. Já, og það er líka, þú veist, þú farið verstu meðspilarana og anstæðingana í þessu mappi í matchmaking, svo maður er ekki það... Það er klassískt. Já, það er klassískt. Það er klassískt. Það er ekki hægt að neita því. Ég held að þið sé ekkert rosalega hrifnir að þessu mappi að spila og það sést. Meðan voru Alliance menn komnir út miðuna og inn í mænd og snöggur og opnar átti með að fara hérna fellir. En nú aftur eru að splitta sig í Asrud búinn á öðrum Mindigrís fellur. Alliance menn virka bara frekar rægir. Þeir bara eins og þeir séu svo bara svolítið týndir. Þeir veit ekki hvað að gera. Já, þeir eru búin að reyna margt og það er engin, þú veist. Það er fátt um svör. Já, það er fátt um svör. Já. Og já, hvað kjarkurinn og testosteróni farið úr þeim? Það er náttúrulega þannig að þú missir bara mojo. Þú veist, það er mojo sem fylgir þessu leik og það er tempo og allt annað. Þegar þú ert tekinn út á laginu? Já, þú veist, þá fara hlutinu bara í gang og þú fer ekki að spila þinn eigin leik. Allavega, Alliance menn eru búin að ná hérna 2 fröggum, þannig að eins og staðinu núna þá verður þetta 3-2. Búin að ná bombuninn á B. Ég veit ekki hvernig það fór fram hjá okkur. Fraggi. Þetta er búin að ná öðru fraggi. Þetta
Þetta er ekki auðvöld bombsætla rýting, 2 en og við 2, sjáum 2 og 2, eitt 16 CT að HP. koma hérna gegnum koppið. Þeir drefa á bara sömu sekundu og enn og aftur náður ekki að halda bombsættinu. 10-0. 10-0. Erum við að fara að horfa á 16-0 leik? Það stefnir allt í það úr þessu. Það er komið langlegin í það. Og þriðja mapp þar á liði, þú veist, bara Þriðja leiðandi. mappi verður Koppul. Þriðja mapp verður Koppul. Og við erum bara að tala um það á hann, það var það En sem Alliance völdu það. Alliance völdu það. Spurning hversu sterkir Excel eru þeir, meina, Ég meina, þeir eru ef búin að Excel stratta víst alveg helling, þannig að það er spurning hvort þeir hafi lagt eitthvað upp úr Koppul, sko. Já, en ef þeir ná að koma með þessa orku yfir í Koppuli og með, þú veist, Já, og bara momentumið sem að fylgir Já. því að hafa unni leik, allavega. Unni leik. Aseróti grensa bláa, störflæsar. Þeir ná að treyta hérna 3 frökkum. Alliance eiga nú að eiga þetta ránd. Þeir eru að fara að komast á blað. Viljum sjá þristin hérna, Jolli, Jolli, næ, tekin ekki út af turbo frækinu. og þá er það enginn með New Mind og Alliance ná rándi. Klapp fyrir því. 1 eða 2 klöpp hérna, Bergmálum salinn, ekki mikið klöpp en staðanlega 10-1 eru konum á blað. Já, þú veist, eins og hún segir, þú veist, ég kalla þetta er Casters Curse, strax sem maður byrjar að segja hluti eins og 16-0, þá kemur þetta, strax sem maður segir þessi gaur er rosa góður, þá deyr hann. Við þessu loðu þau getum kastið hversa þetta, ég meina þetta er bara vandarælt þegar það er besta Já, mál. algjörlega. Það skifir bara, liggum við aldrei, allavega ekki á svona móti, í áttalúslu. En núna verða þær á þessu rondi Alliance, því annars er þeir money Staðan er 10-1, ég meina upp úr þessu, segjum sem svo þeir náðu þessu rondur, koma þessu tilbaka í 10-5, það er alveg doable. Það er alveg mjög doable. Það er algjörlega mjög doable og eitthvað sem að Alliance ætti að fara með hugafar núna, bara vinna restina af þessu rándum, koma haustum í lag, vinna pistoli sem CT, þá eru konið inn í en leik. Það eru bara velkomin inn í þennan leik. Eins og það er núna þá eru Excel búin að gefa longið, Myndigrís og Fanden lörka hérna 2, meðan kemur bomban tilbaka í longlobbyinu og Asfund loftar rándi með Pragma shot. Myndigrís nær dútt á shortinu og þeir eiga aðeð í sjálfu sér, Lukas er bara á öðrum. 2 og 3, 3 og 4. 3 og 4. Einn á CT, 2 sem að múfa í áttina shortinu. Jolli kemur shortið. Nei, Júli fyrst að fragginu, Nei, nei, Lukas niður mjög low. In your mind. Og þá er það bara in your mind. In your mind á 3. Og Alliance virðast alltaf að gera það sem ég baði á þeim. En in your mind, ekki telja hann af strax. Þeir eru Sniður, þeir félast, þeir sýna sig ekki. Já, Ná fragginu, Myndigrís nær öðrum, 10-2. Kalli með frábært play í þessu randi. Erum við að fara að sjá comeback? Erum við að fara að sjá Erum comeback? við að sjá Excel choke aftur? Það er stóra spurning. Það er stóra spurningin. Það er stóra spurningin, sko. Það er náttúrulega... Guðs í loðu sem er heyrnarlegur og heyr ekki í okkur áttu núna, þess að veri, þú veist, einhverju reyðir hérna hinum, en ég meina, Nei, en þú veist, það er bara sannleikurinn. Við erum hérna til þess að segja sannleikurinn og ekkert annað. það er bara hannig. Og ef að, þú veist, engar hard feelings yfir því að þið séu að tjóka, það er ekki okkur. Þeir eru allan mættir hérna í sparround, þá eru turbónu að taka 2. Já, og þetta er allt að líta allt öðruvísi út núna fyrir Alliance menn og... Kaptinn í 4. Myndigrís ætlar að klára það. Já, 3 round fyrir Alliance í nýröð. Þeir ná að, já, koma sér aftur inn í leikin. Algjörlega. Manstu hvað við köllum þetta ránd í 7? Floppy frændi. Floppy Floppy frændi. frændi. Ég ætla að trenda þetta, sko, þannig að... Hashtag floppy frændi. Hashtag floppy frændi og allir þeir sem að spila CS og Íslandi ætla að segja floppy frændi þegar þeir eiga flóri sound framvegis. 14. round. Þeir ætla að gera mjög hratt shortið Alliance. Þeir eru 4 hérna að fara með bombuna, bara rössandi short. Já, mér Þeir líst eru 2 vel á menn til að taka á móti þeim. Hraðinn, Lukas vinnur okkar með þetta, Alliance, Alexander já. tekur hana. Þetta er bara momentum svo. Þetta er bara, já, og þú veist, þeir eru að fatta það að þessi hægleikur sem við erum búin að vera að taka er ekki búin að vera að virka fyrir þessi 10 round, svo núna er það bara að keyra. Nú er bara að keyra. Já. Fá smá hérna, bara kokkiness í þetta. Alexander hérna, Lexi búinn að taka 4 þar. Og in your mind, In your mind tekur 2. spil. Þetta er 2 og 2 núna, bombar er komið 7 niður. Þeir eru 2 short. Já, en það er planta fyrir shortið. Það er planta fyrir shortið. Þeir eru að fela sig. Minn maður Lukas. Það verður smóka fyrir, þeir ná að smóka fyrir sig, ætla hann að stikka þetta. Þeir ná bombunni, kikki nærunum. Já, það var close. Myndigrís nær að klötsa rándið. Ég hef alltaf einhvern veginn verið að ruggla saman níkonum sko áður en ég kynntist þeim, það var in your mind og by the way. Þú veist, Þetta er kannski ekki þægilegstun ekki heimi, en ég meina stórfurðulegt. stórfurðuleg, ég skal gefa það. Jæja, staðan 10-4, Excel menn ekki með gott kaup, við sjáum hérna 3 Þeir fama spónuðu fyrir bíð og þeir ætla bíð rætt. Erum við að tala um bara B-Rush?
Alliance er ekkert að hika við hlutina okkur núna. Þeir eru bara að keyra Nei, bíið, það er bara að hendur keyra. 2 flössum, hérna fyrsti maður til að taka móti inn í mæt nær einum, nær 2, vel gert með Famasinn. Já. En þeir eiga bombsettið, Þeir eru búin að vera að sína fram að Lukas í löggju, hann er bara að keyra í gluggan, hann reyfir bombuna upp á kassanum, þú getur ekki plantað upp á kassanum, það er nokkuð ljóst. hann vildi fara í fröggin, hann var ekki að spá. Nei, það var ekki að spá, myndigrís 1 og 2, á klötsbók nær fyrsta, Vini. Kingi með sprayið hittir ekki ríður buspuna á 20 AP, myndigrís með 81, hann á að vinna þetta ráð, að tekur glokkin, hnífinn, Famasinn, hann veit ekki neitt, grænsar, Kalli, vílíkspil. Ég myndi segja að Kalli sé, já, sjáðu Kalla, hann er að steppa upp fyrir Alliance. Hann er að steppa upp, herðu, úr stöðinni 10-0, Í 10-5, eins og við sagðum. Nú Í er 10-5. allt hægt. Allt hægt fyrir Alliance. það sem er í leiðinni núna er shit pistol, ef að Alliance ná þessu pistolrándi og næstu 2 rándu sem eru svona nokkurnu veginn gefin, samt sem ég sá ekki alltaf í þessum græsaða leik, þá, þú veist, það er allt momentum með Alliance. Það er allt momentum með þeim, þannig að ef þið vinna þetta pistolránd, þá er, þú veist, ekkert að fara að ske. Terparturinn hjá Exile í þessu mappi á móti RFS kláraði leikinn þar bara. Hann kláraði leikinn, þeir eru konið inn á short, en einn maður upp á alla taka mótum, hann verður að koma sér í skjón, hann er í vondri stöðu okkur um núna, hann verður að ná 1 eða 2 fröggum, nei, Nei, ekkert fyrir greiði Kalla momentum builder. bombsættið er fallið, þeir ætla bara að keyra short, þeir ætla að planta fyrir short og ná short. 2 setjir að taka mótum, Azeroth nær einum, þetta er bara gloppin og leir á fanden, hann nær einum, nær ekki öðrum. Nei, Þetta ránd lítur vel út fyrir Excel sig. sjá hvað er stikkar sem við að treyna glokkið. Kingi. Já, Kingi bara, Hann klárar það, Já. hann klárar það með uspinni. og menn eru hæpaðir. Menn eru konur í ganga aftur eftir að hafa tapað hérna 5 rándum í röð. Stórt ránd fyrir Excel að vinna, þú veist, þetta pistolránd hefði sett allt á hausinn Já. ef að Alliance hefði unnið þetta. Já, en Það var ekki niðurstaðan. Þeir spara fullt, eða hvað? Já, þeir spara fullt, það er 1 P250, Og þeir ætlaði Famasa í næsta rándi þá, það er spurning, þeir gætu gert það, eða ætlaði að ná sér í autos og gætu líka verið að spara til að fá vappa í þetta, já, það er hérna alveg partur af programminu líka. ég vil fá að sjá autosnæpurinn í C-tíru. Já, Azeroth með hann er búinn að opna þetta ránd, sömulegist úti, inn í mætina, 3. hann er 4. og Jolli klárar þetta með skátrinn. Eins og ég sagði, terparturinn hjá Exile og bara Dust 2. Sjáum núna. Ég segi eiginlega það að þeir, Sjá núna, þeir forsa, já, þeir kaupa Famasa og Kolta, Þórir er Colt no armor, já. sem við verðum að segja er ansi ballsy play, með hérna, Þetta er náttúrulega maður með hræðjar á við naut. alveg bara hygglust, sko. Já. Þeir ætla að keyra longið, þetta er bara að ná longinu myndi ekki sem bara að ná einu strax, Og- Lukas nær öðrum og 3. frakkinu líka. Bomba liggur. Þetta er bara unni ránd. Nefn eitthvað stórkostlegt skið, þá er þetta unni ránd. Nefna Jolli. Þeir smóka fyrir. Jolli stattur í longlobby. Dúti, jæja, nær einu frakki. Og þessi neitt. Gerði ekki neitt, liggum við. Jæja, hann mollja þetta. Það er hérna að mollja myndigrís úr hotninu, nei. Þú veist, það fer ekkert í gegnum þessar hurðir. Flassi kemur út, þá er það Jolli 1 á 4. Spreyja bara hérna fyrir hotninu, næra allan að fyrsta. Náði bombinu líka, næra bakka. Þvílíkt. Jolli kallinn. Jolli kallinn ekki döður á öllum æðum, hann veit að við erum hérna upp í miðunni, eða niðri í miðunni, öllu heldur. Hann hefur 50 sekundur til þess að vinna með, bombuna og Og þeir 61 í eru HP. allir nema Teddy mjög sverðir. Og þarna Jæja, fer Teddy og það var 26 og 17 og móti 35 í HP. hygglust. Þetta er Ég bara- er opið, ef við horfum núna á minipappið, þá er enginn í bíð, það er eitthvað í baki á hann, mann heyrir hann hlaupa. Já, Jolli! Nú er Lukas var hlaupandi, ekki spyrja mig af hverju hann byrjar að hlaupa þarna, hann liggur ekkert á, það eru 30 sekundur eftir. Í þessari stöðu þá áttu bara að halda þið saman með tímeindirinum og ríteka bómsætið ef eitthvað er. Þú veist, þegar þið skýt saman áttu hann planti bíð, þið fyrir bara saman bíð og þið náðu þessu saman, allavega. Lexi, eitt hérna, heyri hann að koma í shorti næra frakkinu. Hann læti vita á sér, Jolli! Nei! Alexander læti vita á sér með 5-7, Jolli nær ekki bregðast nógu snöggt við og nær ekki að klötsa þar sem hefði verið 1 á 4. Sem hefði bara verið eitt fallegasta klöts landsins hingað til. Og hefði lokað þessu mappi. Ég ætla bara að segja það, ef hann hefði unnið þetta rámt hefði lokað þessu mappi. Þetta er ekki dagurinn hans Jolla því miður. Nei. Þetta er ekki búið að vera dagurinn hans Jolla. Allavega staðan 12-6, Excel ná að kaupa. Þeir ætla að hæja aðeins á þessu, fara hérna 2 í B-lobbyið, 2 upp í miðin og 1 heldur longinu staðin núna. 12-6. 12-6. Sko, Þetta minnir mér svolítið á stöðun í leiknum áðan, ef ég er alveg hreinskilinn. Já, þú veist, Excel voru með yfirbörði og síðan bara Alliance
þeir eru ekki búin að tapa fyrir en þeir eru búin að tapa, sko. Nei. Ekkert búið að skýða þessu rándi hingað til. Bæði lið samt við að taka þetta bara nokkur rólega. Asurþórinn low og Fandinn opnar rándið með famasnum sínum. Hann náði 2 frökum að náðan. Hann virðist vera bara nokkuð góð með famast, þannig að þessi byssa sér ógeðsleg. Já, ég er ekki hrifinn, ég þóla hann ekki. Ég vil frekar eiginlega allar aðra byssu heldur en famas. Jæja, þeir ætla hérna að labba út miðuna, In Your Mind og Kinky. Þeir eru hérna sikkur megin, það er 1.70 og 1 vinstri, hann sé skuggan á honum, nær fragginu. Það er búið að bústa Kinky upp á stöðunni, en Kinky Pétur sem vissi vel af því, þeir eru búin að smóka fyrir. Það er hins vegar upp á kast, ok, þetta nær öðrum. Myndigris komin í bakinn, Kinky nær honum, Lukas, 2-2. En Dúddi er með B, þeir eru með B, 2-2 og bomban, nei. Hann þarf að feika þetta, hann veit ekki hvort þið séu close, en þeir eru það ekki. Núna mætir einni gluggan, spurningum þannig vaði gegn. Gerir það ekki, þeir ætla að hægja á. Lukas spammar hann aðeins í kassan. Þeir ætla að fara saman í gegnum glugga og hörðu það bara saman í glugga. Sjáum það er einn hérna á gay-hotninu vinstra megin og einn undir bombkassa. Þeir kíkja inn, nær Lukas frækinu, hann ríður hnífinn! Ekki spyrja mig af hverju hann ríður hnífinn í þessari stöðu, sko, þetta er bara panik, sko. Kannski mistúlkaði hann bara... Hann hélt að vera einn eftir, ég veit það ekki, það er kannski ímislegt í stöðunni. Hann reif hnífinn og eftir það var rándin alltaf bara búið. Já. Stórt ránd, ég meina, Alliance nær einu rándi, tapaði næsta, sem þýðir að þeir eiga enga pening, þeir í raun og veru þurfa að spara tvisvar, þeir ætla að ná góðu hérna bæja, en þeir geta það ekki, ég meina, þú veist, nei þeir geta það ekki, í þessari stöðu þá eru þeir að fara í 14 rándun og Exile og í 15 eða það að spara aftur, þá er þeir bara að spila upp á jafntefli. Já, en ég meina, eins og við sögðum áðan, jafntefli, overtime, Alliance eru komnir yfir. Já, það skeiði snöggt á hann, það var snöggt að skeiða á hann. Eins og staðið núna það er séti hérna í neðrlobby, Þórir, hann var gaupin að labba fram hjá honum, hann náði að dinga inn og náði ekki fragginu, erfitt með uspuna og það hitta 2 skot í haus til að drepa. Það er eitt hérna séti inn á B-inu sem er að fara að taka mótið þessum terrum með byssuna, hann ætla bara að fela sig inn í smóknum. Þeir veit ekki neitt, hann er ennþá í smóknum, þeir veit ekki neitt hvað, ég vil sjá hníf, í þessari stöðu vil ég sjá hníf. Hann er núna komin úr smóknum líklega feitaður. Jæja, hann nær bombur allavega. Lukas með fallet play. Sneaky play. Já. Bomba fer niður enga síður og þetta round er unnið. Myndigris er búinn að fá Galil og... 2 frögg með uspum. Já, ég meina þetta er eitthvað. Þetta bústar peningin eitthvað 200-300 kall eða hvað sem þú fær alltaf verið. Já, líka bara ná gönnunum af þeim, en þeir eru náttúrulega örugglega ríkir maður að sjá moneyinn hjá. Já, samt, nei, alls ekki. Það skiptir máli að ná þessum byssum út. Hiklaust, upp á framhaldið að gera, þið ætlar að koma með þetta comeback, það skiptir öllu máli. Það eru allt litli Tetris-kuppar í spilinu, sko. Þú veist, hvað segir maður? Allavega, þetta ránd er búið, Myndigrís er lengst í burtu á terspóni og staðan mun verða 14-6. Exile við. Stærra lítið þeir höfðu áðan var staðan 15-11. Allavega í stöðunni þegar Alliance byrjaði að koma tilbaka. Þetta lítur svart út fyrir Alliance. En það lítur mun svartar út núna, en þeir ætla að kaupa. Fáum hérna 3 kolta, Galil og spurning hvað Myndigrís kaupir. Hann kaupir Scout. Já, hann er skóparinn eða dedicated skópar. Þannig að nú er að duga eða drepast. Það er að vinna þetta ránd eða fara í mapp 3, myndi ég segja. Þeir eru bara að keyra B. Þeir eru bara að fara rætt B. Dúddi, fyrstur út. Það er smókur þarna fyrir, það er hérna Alliance maður inn á bombsætinu sem nær einum, Fandinn nær öðrum. Vel gert, en þeir eru konum við bombsætið, munu geta smóka fyrir sig og þetta verður erfitt retake. Bomban liggur hins vegar. Astrolfinn er með grensu. Lukas í glugga. Það er málið með þetta B-bombsætt, blessaða B-bombsætt, þetta er rosalega erfitt að taka. Já, ég meina þú veist, það er ekki skjóta genið neitt lengur. Nei. Það var eiginlega hluturinn í 1.6 sem að gera þetta aðeins geranlegra. Það skoti ekki um lobbyið og fleira eitthvað skoti í þetta gay-hot blessa. Allavega myndi ekki svona ná einum. Dúddi rýður glokkar hann í andlitið og lifir með 1 HP og meðan er Myndigrís í glugga. Nærinn inn í mætnir í 44 en það fellist. Það er 5-6. Og Exile komni með 15. Þeir eru konu, þú veist, þeir eru enga pening eftir. Þetta er komið, myndi ég segja sko, en... Við erum að fara að sjá Deagles 5-7, kannski Scout. Ekki mikið til þess að skrifa heim yfir. En áðan var staðan hvað, 15-11 og við sáum akkurat þetta bæ koma frá Alliance-mönnum og þeir tóku það og fóru með alla leið en þetta er nú helmingi lengri leið. Já,
búið að taka þeir eru bara að pússa. Þetta minnir okkur á síðasta rátt. Fandir er búin að einum og Þórir nær öðrum með 5-7 alveg svo. Þeir eru komni með rifla. 5-3. Hérna er Jolli, störflindur. Næra frakkinu, nei. Sjáum 3 á Alliance-liðinu, mjög low. Lexi í liftu, eins og við köllum það. Þeir eru allir hérna í hallanum, allar Lexi að pússa smókin, er verið að fylgjast með því. Já, Azeroth fylgjast með því, vel gert. 3-3 og 2 af Alliance-mennunum eru mjög low. Já, þetta er... Það eru duð að drepast, það er verið að góða í þetta. Tveir Azeroth drepur manni sem átti fullt í líf og þá eru Þórir og Fanden með 13 og 8 í HP. Þeir eru báðið CT, bomban tikkar. Þeir eru með 1 kit, þeir eru með að búið að molla CT, þetta er rándið búið. Við getum ekki landað hann í gegnum sinni. Við erum á leiðinni í Kabul. Við erum á leiðinni í Kabul. Nei, Turbo með... Við erum á leiðinni í Kabul. Og það er Kabul í næsta mapp. Excel taka mappið, 16-6. Og staðan 1-1. Staðan 1-1. Við erum á leiðinni í Kabul. Það er mappið hjá Alliance. Þannig að það verður áhugavert að sjá hversu... Strattaðir þeir verða þar. Já, og hversu vel undirbúnir Excel verður að taka móti. Já. Þú veist, þetta verður líklega svipað sett upp á núna sem við vitum að Excel er þeirra mapp. Spurning er að reynda Dust 2 þannig að við vitum að Alliance þekki mappi vel og allt það. En það verður spennandi að sjá. Já. Heyrist sko meira upp í náðan í fyrsta leik. Meira, Heyrist meira í kastinum. það heyrist ekkert í fyrsta leiknum sko. Það var ekki kveikt á þessu fyrsta leiknum. Það hleyt að vera. Það heyrir fyrir styrkt sko. Heyrið þið? Við heyrum ekki beint sem það segir, en ef það er alveg þöggt sko, þá, og ef við reynum að hlusta á okkur, þá heyrum við það, en við gerum það ekki væntanlega. En ég meina, þetta er alveg frekar tæft hátt sko. Áhugavert. Við erum að fá hérna feedback á spilunum. Hérna, við ætlum að lækka in-game soundið þá bara örlítið, eða hérna lækka út í sal. Hækkum í in-game soundinu til þess að kaffara meira í. En já, ef það er algjör þögn og við erum að lýsa mikið. Og kannski höfum það líka bara í huga þegar það er algjör þögn og kannski hvíslu aðeins meira hérna. Getur gert það. Herri, við ætlum að taka upp pásu. Við ætlum að hérna setja ykkur smá tónlist á og eitthvað. Við ætlum að taka ykkur 5-10 mínútur meðan að liðin safna sér saman, fara í sígarettu og svo framvegis. Við sjáum okkur eftir smástund. Þetta er bara búin að fínt að kasta með þeim maður. Jú. Stöflur í þessu, ég nefnir sko, eftir 2 daga aðeins og það verður maður alveg. Okay, what you gonna do? Okay, fuck it. I lied. It's drum and bass.
with style and grace. Allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, passing, music blasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True to life players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GS3. I got the chronic by the tree. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these fellas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things that make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave, throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next one so we can steam on the way to the telly. Gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly, you just go to the crib and rock in the jacuzzi, smoke L's while you do it. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. How you living, Biggie Small? Imagine and Benzes giving ends to my friends and it feels stupendous. Tremendous cream, hit $1 and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money, ups and clothes, all the brother knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now. Coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Check it out. Yeah. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby. Counter-terrorists win. Come on. Ha, sicker than your average. Papa twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, every night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us. Who us? Yeah, Papa and Puff. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Easily. Recently, frontin' ain't saying nothing, so I just keep my peace. Keep my peace. Cuban with the Jesus piece. With my peace. Packing, asking who want it. You got it, flaunt it. That Brooklyn bull, we on it.
Biggie, biggie, biggie. See, sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they broke in your soul. Biggie, biggie, biggie. See, sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they broke in your soul. I put O's and NY onto DKNY. Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the Rod dicks, Frank White push the 6 on the Lexus LX 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast sweet first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last. Rapping about blunts and bras, there's them bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment, act like arraignment, no court complaining. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay true. Richer than richer, so you just come and get me. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hit